Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í, næsta þátt af þessu hlaðvarpi. Ég er að spá í því að hætta að taka fram númerið á þessum þáttum. Ég held að sama hvað þá myndu sjá á annað hvort nafni þáttarins eða á hlaðvarpsveitunni sem þú ert að nota númer hvað þessi þáttur er. Þannig ég verð síður að stressa mig á því að vita örugglega númer hvað þessi næsti þáttur er. Þannig ég segi bara velkomin í þennan þátt. Þú sért örugglega númer hvað hann er. Mér finnst þetta pínu áhugavert og öðruvísi að vinna að þessu heldur en ég var að gera hina þættina. Því ég held ég sé að ná að sleppa því að klippa út einhverjar þagnir. Ég er komin í svo mikla æfingu að bulla erfitt umtalsefni og erfitt tal upp úr mér af hinum þáttunum, þar að segja fyrri seríunni, að ég á nokkuð léttara með að fylla inn í þagnirnar sem að ættu annars að koma. Þannig ég þarf miklu minni tíma til þess að taka þessa þætti upp, sem er rosa hentugt. Og ég þarf miklu minna að klippa það, af því þagnirnar eru ekki svo langar og ég þarf ekki að pæla jafn mikið í því hvað ég er lengi að fara á milli orða eða hvað er langt á milli setninga. Því núna er ég bara að tala eðlilega á ykkur. Ég get varla sagt að ég sé að tala við ykkur, því þið eru náttúrulega ekki að tala við mig tilbaka. Sem er einn af löstum þessa þátta eða svona hlaðvarpsþátta almennt. Það er ekki beint hægt að hlusta á þetta eins og þetta sé samtal eða að ég geti brugðist við því hvernig þú hagar þér í samtali við mig. Mörgum þætti þetta einmannalegt að vera alltaf bara að tala við sjálfan sig eða við einhvern ímyndaðan. Og mér leið alveg þannig vel lengi þegar ég byrjaði. Mér fannst fáránlegt að vera einhver svona típa sem getur bara bullað endalaust ekki neitt. Og þegar ég pæli í því núna þá er það örugglega þess vegna sem að þættirnir fóru að lengjast, því ég þurfti að fjalla svo mikið eitthvað til að réttlæta það að ég væri að taka sjálfur mig upp í svona langan tíma. En það er greinilega að breytast. Ég er ekki lengur í jafn miklu kennslustuði þegar ég er að tala. Þannig þið eru að fá að heyra meir af svona, ég vil ekki kalla það persónuleika mínum, en þið heyrið betur á talandanum mínum hvernig ég myndi kannski venjulega, eða allavega venjulegar heldur en í hinum þettunum, myndi vera að tjá mig. Það er að segja hvernig ég myndi venjulegar tjá mig ef ég væri bara að eiga samtal við einhvern. Sem jú líka hluti af því
Það er að segja að ástæðum þess að ég fór að gefa þessa þætti út, að ég vil endilega að þið getið heyrt einhvers staðar hvernig við hljómum eðlilega, þó án þess að við hljómum óskiljanlega. En það eina sem ég er að gera núna er að ég er að passa mig að tala nokkuð hægt og að ég sé að tala nokkuð skýrt. Þannig að þið fáið færi til þess að heyra algjörlega allt sem ég segi. Sem þið fáið sjaldnast að heyra í öðrum hlaðvarpstáttum eða í fréttaefni eða öðru þvíum líku sem þið getið annars fundið á íslensku. Þannig ég held og vona að þið séuð ennþá að græða á því og njóta þess að þessir þættir eru að koma út, þó þeir séu með þessu breytta sniði, að ég er bara að tala eitthvað og ekki neitt í styttri tíma. Ég ætla þó ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náðu svona langt, þá bara takk fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.